Komið þið sæl. Ég ætla að renna yfir með ykkur á þessu myndbandi það ferli að taka upp mótor. Það er að rífa í sundur, þrífa, skipta legur og setja saman aftur. Til þess að geta gert þetta sómasamlega þarf til þess réttu verkfærin. Og er ég nú búin að stilla þeim upp hana svona helstu verkfæri sem við þurfum í þetta verkefni. Nú við byrjum á því að merkja saman fláns og stator svo ekki fara á milli mála hvernig eigi að fara saman aftur. Losum alla bolta og skrúur, tökum hlífar og lok af og geymum allt svo ekki týnist. Við byrjum á því að losa síðan splitti frá viftu og spennum frá með spennujárnum. Passum að það sé jafnt átak svo hann ekki brotni eða skælist. Og þá getum við spennt frá flánsin með þessu sömu spennujárnum. Gott er að dumpa járnin með léttum hamri, gúmmihamri, þá þetta kom allt út. Og þarna er seinni flánsin komin út með sömu aðferðum með spennujárnunum. Nú þá er ekkert annað en að ná sér í afdráttarkló og byrja á legunum og losum þetta svona með jöfnu og góðu átaki. Gott, tundu þarf að slá með hamri til þess að losum það jafnilega aðeins. Og þá er það tannhjólið. Hér er splitti fyrir framar sem við erum að byrja að losa áður við förum með afdráttarklóna á þar með notum sömu aðferð á legunni. Og hérna er skífa fyrir innan svo við þurfum að taka til og halda til haga. Og því næst er að ná flánsinum af. En þá til þess þurfum við að ná þessu splitti sem er fyrir innan áður við byrjum að hamast á flánsinum. Með þessari splittung sem hún þarf að vera með bogið gogg til þess að ná þarna fyrir innan. Þarna er splitti komið og þá er ekkert annað að dumpa flánsin af með okkar fína hamri og ná okkur í afdráttarkló. Byrjum á því að taka splitti sem er það fyrir framan áður við losum. Byrjum á að losa legun af. Og þá er mótorinn komin í sundur. Þá er ekkert annað en að skella íhlutunum á þvottakar. Byrjum að skrúpa með vatnsspirit. Notum mjúkabustan til að bera á inn í statorinn vel, sulli vel á þetta og notum síðan grófabustan til þess að losa ef það eru fastari blettir eða skítur sem við þurfum að losa. Og þá er ekkert annað eftir en að þurrka statorinn og notum við þessu tilfelli hitablásara þar sem að ofn eða þurrkskapur var ekki til taks. Og þá er samsetningin eftir hann er búin að vera í þurrki í svona cirka sólarhring. Lega er hituð á hellu áður en við byrjum að dumpa með hólk og hamri. Og splitti sett fyrir framan, ekki má gleyma því. Og eftir að það er búið þá er að skella flánsinum á, dumpa rétt á, skífan upp á og tannhjólið sett á með sömu aðferð og legu. Hituð örlítið á hellu og dumpuð á með hólk og hamri. Og munum eftir að setja þetta splitti með okkar fínu splittöng. Annars er þetta frekar leiðilegt að vinna þetta. Og þá er ekkert annað fyrir að fara í næstu legu. Sömu aðferð, skellin á og setja saman. Nú er hann leiðin saman aftur. Fyrir sömuleið saman og tekið væri sundur að sjálfsögðu. Og þetta þurfum að passa að þessi spenninskifa fari örugglega rétt á þegar við setjum þennan flánsin viftum megin. Og hann er hann að skríða saman aftur. Við herðum þetta bara jafnt og þétt en áður við byrjum að herða setjum við vasilín eða koppafiti á alla skrúfur og gengjur svo við náum að losa þetta aftur seinna meir þegar við þurfum á því að halda. Við herðum þetta jafnt og þétt horn í horn til skiptis svo fari rétt og vel saman. Og þá er ekkert eftir annað en að rétt að herða þetta saman en hérna þurfti ég að snúa tengibóksinu við sökum þess að vatn rann inn í hann að því að niplar snýru upp. Þá er ekkert annað að snúa bara bóksinu við og þá snúa niplarnir niður. Og þá er það viftan
slegin á með hamrinum, splittið á eftir, lokið yfir, skrúfað hert þétt að og mótor tilbúinn til uppsetningar á þeim stað sem hann var. Takk fyrir.